Jæja, kæru vinir, þá komið sunnudagur. Ég sagði í gær að það væri sunnudagur en það var auðvitað laugardagur. Ég ruglast í þessum vikudögum. Komið sunnudagur, við losuðum okkur við sósudagatalið í gær, kíkjum á Chili Clausen og þegar ég var að stilla þessu upp, ég stóð ekki fyrir þessu, þá búið að koma þetta fyrir stóru stígvéli fyrir aftan með einhverju bréfi sem ég ætla að kíkja á þegar við erum búin að þessu. Ég stend ekki fyrir þessu, þannig að við skulum sjá hvað þetta er. Herri, kíkjum fyrst á dagatalið og hérna, ég ætla að blása rykið af þessu. Kíkjum á hvað hér leynist. Í dag er kominn, ekki 12. Jú, 12. des. 12. des. Ég er eiginlega bara 100% sannfærður að þetta sé eitthvað ofurmylt. Þetta er bara eitthvað léttmeti sko. Þannig að 12. Kliks. Bara þetta er svona rólegur sunnudagur, svona easy like Sunday morning. Heyrðu, það er svartur brjóstsykur. Heyrðu. Það er lakrís brjóstsykurinn. Ég ætla bara að lesa af henni þegar ég veit þetta. Hér stendur Chili Drops Licorice Windforce 15. Ég nefnilega vissi að Chili Claus gefur út svona svartan brjóstsykur sem er svona sterkur. Heyrðu, Windforce 15. Þetta eru 3 brjóstsykurar. Ég ætla samt að leyfa Berglind eiga einn, leyfa henni að smakka. Af því að mig grunar að hún, mig grunar að hún eigi að skilið. Þannig að ég ætla bara 2, samt að ég er bara 2 sko. Ég er svo gráður. Skilum þetta eitt handa henni. Hún er svo mikið svona lakrís brjóstsykursmannski. En Windforce 15. 2 stykki. Ég þori þetta eiginlega ekki því að maður svo lengi að borða það brjóstsykur. Það er svo sterkur að vera þetta erfitt. Það er mjög vel. Svona góðu lakkrísbrjóstsykur, alveg. Ekki stærst, núna. Kannski er það inni. Já. Sýttu það er inni í honum. Þeim. Það er svona pínu. Það er svona pínu klistraðir. Nú er að koma svona eitthvað smá piparbragð út úr allavega öðrum þeirra. Það er rosalega gott. Eitthvað hiti byrja að leggja út úr öðrum þeirra. Þetta er greinilega á öðrum level heldur en heiði brjóstsykurinn. En þetta er ennþá alveg besti piparbrjóstsykur sem ég smakka. Þetta er svona svo Turkish pepper brjóstsykur nema bara svolítið sterkari. Ég sagt að býða eftir þessi 15 kekkin. Núna er þetta svona 9 onni háls. Og ég býta hann í sundur. Sjá hvað ég er. Eftir í honum. Sko, þetta vinnur á tíma. Ég vil fara að sé svolítið tunguna. En það er ekki svona þessi, þið veitir svona, það er ekki svona yfirdrifna svona árás sem maður fær til dæmis af kúlunum. Þetta er að hitna. Og hægt og rólega, þetta er stigmagnast. Það er að síða mér að.
aftur, það gerist ekkert nýtt, þetta bara alltaf að aukast. Það er ábyggilega brjálæðislega mikið smjallhljóða koma í mikrofónin. Fyrstu örfringar á því. Gerur þetta bara svona ASMR-vídeói. Það er svitapínu. Aðeins bara svona smá. Svona þvalt skot. Heyrðu, sterkasti brjóstsykur sem ég smaka. Ég veit ekki. Jú, mér svíður alveg þakkað tunguna, það er rauður. Mununum. Þetta er mjög gott. Bara bravo, chili sauce, góða brjóstsykur. Ég ætla að fá mér hérna eitt sopa, Pepsi. Mér er svona til að kæla mig, það virkar heldur en eitthvað annað. Heyrðu, ég ætla að kíkja. Sjá hvað uppátæki þetta er. Það lítur að vera partur af þessu. Jú, heldur betur. Þannig að vandar nú eitthvað upp á skriftargetuna þetta, já. Kæri Ívar, við bræður höfðum að því fregnir gegnum Berglind að þú hefðir orðið fyrir miklum vonbrigðum með sósuna þínar og þyrfti því upplyftingu að halda fram að jólum. Heldur betur. Við fyrrnefndi bræður ákváðum því að sjá hvort við gætum ekki samhliða öðrum mönnum sem kemur í svega ekki svo við hefum ekki nóg að gera í desember og við glatti lítið eitt. Kærkveðja, Grílu og Leppalúða sinir. Heyrðu, ég þakka þeim bræðurum fyrir hugulsemina. Ég ætla að sjá hvað er hérna í svo gamla snjóbrettaskó sem er af mér frá því fyrir 25 árum síðan. Shit. Hvað er þetta? Extreme Jalapeno. Já, þetta er einhver svona pilsur. Hvað er maður að smaka þetta? Þetta er svona einhverja svona pepperoni pilsur. Eitthvað dæmi. Ég svíður svolítið sem brjósykri. Góð lykt af þessu. Vá, í alvöru, það er svona ok, minka allt í birtan. Ég veit ekki hvað það var, skiptir ekki máli. Góð lykt af þessu. Það er svona jalapeno eða eitthvað inn í þessu, sést ábyggilega ekkert. En það er svona þetta er ljómandi góð snarlpylsa. En þessi Extreme Jalapeno er þetta bara á okkar skala. Bara lítil. En, virkilega góð. Heyrðu, ég þakka þá kærlega stekkjastur fyrir þetta góðgæti. Og hérna, við sjáumst bara hess og kóta morgun. Ég er að borða með þessu.